leik. Hvernig sérðu þennan leik svona stuttu eftir honum lokið? Já, mér fannst við ekki byrja leikinn nóg vel. Ég veit ekki hvort að spennustæði hefur rántið eitthvað svoleiðis og fá mjög klöfveld mark á okkur. Og eftir það svona komum okkur inn í leikinn og við skorum og fáum víti og erum alveg að keppa og bara hörkuleikur fannst mér sko. Seinni hálfleikur klárast með því að þeir skora 2 vorklass. Fyrri hálfleikur klárast með því að þeir skora 2 vorklassmörk og það er Baldur sem að klifta hann eitthvað rugla mark í tegnum og svo skorar Einar stórefnilegur leikmaður Þórs beintur aukaspyrnu upp í vinkilinn og það er það sem skilur liðin af í hálfleik. Þannig að já, það var svoleiðis og já, það var en svona já, það litast kannski mest af því að við byrjum kannski báða hálfleikinn ekki nógu vel og fáum mörk á okkur og snemma sem að lætur okkur elta þetta allt og mikið en já, svo svona kannski þetta fjara út eftir að leikurinn er komin í 5-2 en örugglega fullt af mistökum og vitleysum á mér og mögulega okkur eitthvað en þannig allavega já, síðan svona við í fljótu eins og ég segi að stórt hvernig fyrri hálfleikurinn er að klárast það er svona stærst í því hvernig leikmyndin litast finnst mér. Spennustíð, af hverju eru svona mannstellir? Það veit ég ekki, þjálfarinn var að gera eitthvað vitlaust sko, ég veit ekki hvað, sagði ég spennustíð á hann? Já, við allan vorum aðeins á afturfótunum hérna og eins og sé ég áttur að skoða þetta fyrsta marka aftur, mér finnst það bara skrítið, það er svona að tala kannski spennustíð en það er ástæðan fyrir því eða já, það er allan skrítið mark bara. Þið vöknuðu svona aðeins þegar Elvar lét aðeins vinna fyrir sér og fáið vítaspyrnu og jafni svo strax í kjölfarið. Það var ágætis kafli þarna í miðbik fyrri hálfleiks. Ekki spurningu eins og ég segi, í stöðunni 1-1 þegar þeir skora þessi 2 mörk sem ég er búinn að tala mikið þá erum við náttúrulega líka búin að feila vítið þannig að það hefði alveg getað verið þess vegna við yfir í hálfleik og þú veist bara eins og ég segi það var svona stutt á milli þar en já, það var ekki svoleiðis í dag. Hvernig fannst þér dómgæslan í leiknum? Bara alls konar sko, við mikið að spjöldum, já, það er svona, já, bara alls konar en ég, þú veist, við töpuðum 5-2 þannig að það var erfitt að segja að það hefði verið dómarum ekki hana. Þannig fannst svona að vera samt kaflar í leiknum þar sem að momentumið var að svinga og þið að sækja, það hefði nú alveg hjálpað ykkur alveg að fá vítaspyrnu sem að mér fannst þið eigi að fá. Mér fannst það náttúrulega líka en já, alveg pottið sko, þegar þeir eru konur í fórustuna þarna og við náum ítæmi aftarlega þá erum við bara ekki að ná að skapa nóg mikið og enda nóg margar sóknir með marktilraunum og búa til nóg mikið í því mómenti til þess að gera þetta aftur að einhverju leik en þú ert búinn að sjá þetta aftur og ég trúi þér. Hvernig er staðan á hópniðinu núna bara þegar það eru 5 umferðir eftir? Bara ljómandi góð sko. Ég svo sem notaði 5 skiptingar í dag og þú veist það bara hausinu komum bara núna strax á næsta leik því að það er bara þú veist mikilvægt það voru alls konar úrslit í dag skilst mér og sem ég hef skoðað og allt það en ég meina hópurinn okkar ég hef svona trúið því að við verðum bara mjög ferskir á sundaginn sko. Ertu sáttur með tímabilið til þess að maður tekur létt uppgjör á þessu? Mikil meira, ég vill vera með fleiri stig en ég er sáttur með ótrúlega margt í okkar leik og ég er sáttur með fullt af hlutum fyrir tímabilið og fórum við inn í það og mér skilst að við hefðum átt að falla í 12. set og ég held að við höfum ekki átt að vinna leik. Einhvers staðar heyrði ég umræðu þar sem maður var að tala um það að það væru 11 lið að berjast um eitthvað þessu deild og svo Völsungur. Ef við gerum það þá er ég náttúrulega mjög sáttur með það að umræðan hefur breyst og það sé gott að koma til Húsavíkur og fara hérna með 1 stig, ég heyrði það einhvers staðar sko, þannig að það er ég mjög sáttur með að það hafi breyst en aftur á móti þá var ég aldrei á þeim stað að við værum það sem var að tala um fyrirfram og ef ég tala um eins og staðan er núna og hvernig leikir á að spilast þá væri ég alltaf til í eitthvað meira og ég væri til í fleiri stig en kannski maður frekur. Kemur einhver svona í lok gluggans til Völsungs? Nei, það kemur óvart að það var að gera eitthvað bak við tjöldin og bak við mig sko, nei, það er enginn á leiðinu og við erum bara með geggjarlið og klárum þetta krafti sko. Takk fyrir Dalli. Takk hérlega.